Já, Siggi, þú ert hérna yfirdómari hérna núna í þessu Íslandsmeistaramóti í maraþoni og hálfmaraþoni. Segðu mér, hvað er svona hlutverk yfirdómara og af hverju þurfum við að hafa dómara í svona keppni? Náttúrulega ef að kom upp einhver vafaatriði, þá á ég að skera úr þau og líka náttúrulega er hlutverki að sjá til að hlaupið sé rétt framkvæmt, það séu brautaverðir, farið mælingar á lengdum og öðru, þannig að þetta er svona víðfeðmt. Já. En með reynda menn eins og Pétur og sem að haldi þetta mörgum sinnum, þá er ólíklegt að sé einhver vafaatriði varðandi framkvæmd hlaupsins. Þá snýst það meira hvort að einhver íþróttamenn hafa slysið leið eða ekki farið rétta leið. Já. Þannig að þú ert hérna í eftirlitinu með markið. Gengur þetta líka út á það að skoða eitthvað brautin eða svona taka út þessa leið sem er búið að mæla? Er eitthvað svona stikkprufur á því? Það er aðalega snúningspunkturinn tekinn út, hann sé réttum stað, passa að menn fara ekki sé sett rétt upp þar. Síðan hef ég fengið svo nokkuð mikið af gögnum frá Pétri við brautavörslu og annað. Ég læt það oftast nægja til að fara yfir það, en ef að koma einhverjum vafaatriði þá fer ég á staðinn. Já. Flott, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.